Þættur minn dag ætla ég hafa þetta aðeins öðru í sig. Ég hef oft verið að tala eitthvað viðfangsefni og hvernig við getum betur bætt og eitthvað svoleiðis. Þessi þáttur, þá ég bara að fara að tala mína skoðanir og mína pælingar og aðferðir og varðandi að menn opna sér tilfinningalega og tjá sig við sín vandamál. En mér langar að byrja á því að tala þetta svona basically, ég get settið það menni í svona 4 flokka þegar að tala og opna sér tilfinninga. Númer 1 bara menn sem bara eru rosalega lokar og vilja ekkert opna sér tilfinningalega. Það getur verið að þeir trúa því og halda því fram að þau opna sig að þessi minni menn eða eru aumingjar eða þessi ekki nógu góðir eða það lítið niður á þá. Þannig ekki sannleikurinn. Nema að þú trúir því þá það bara satt fyrir þér. Þannig mér langar að breyta þessu hugsun af því að ég get talað tilfinningar mínar og hef alltaf talað tilfinningar mínar opið og við alla og eitthvað svoleiðis. Því ég mjög tilfinningalegur. Þannig að ef þú ert típa númer 1 sem vilt ekki opna tilfinningalega, að ekki opna sig, það sama sem að vera weak. Þannig að þú ætlar að horfa á þessum sterk manneskja sem opna sig ekki tilfinningalega þegar ég svo harður eða ég vil ekki hleypa neinn maður eða ég vil ekki að fólk sjái ég sé ykkur aumingi eða vælikjóa eitthvað svoleiðis. Það var ekkert öfugt. Að því að sterk manneskja getur talað sína tilfinningar og sín vandamál án þess að halda eða líða eins og það sé ykkur minni menn. Að það styrk og kjark að tala það. Þannig að ég veit frá ungum aldri ef ég opna mig þá verð ég sterkari. Þá lít ég út og verð og finnst vera sterkari maður. Þannig að þá fór ég bara að opna mig tilfinningalega. Að ég vissi að það mun vera sterkari. Það mun sína styrk. En þetta 2 þáttasverð og þetta svona má list að gera þetta. Þegar þú getur sannleika satt og opna of mikið tilfinningalega og það svona meira típa númer 2, þá missur við virðinguna og fólk vil ekki hlusta og svona. Og típa númer 2, ég þarf líka að gera þátt þar sem ég fer betur í þetta og kenni betur hvernig maður getur opnað sér tilfinning og hvaða svona leiðir maður getur farið að. En típa númer 2, það eru menn sem sagt væla eða kvarta, það allt ömurlegt. Og munurinn á hjá þeim og mönnum sem opna sér tilfinningalega, ég svo típa 3, ég típa 3 og 4, að munurinn hjá þeim að þeir tala alltaf sama hlutin og eru alltaf kvarta sama hlutin án þess að reyna að laga eða bæta eða finna út lausnir. Og ástæðan okkur það að því að þeir eru að kvarta, að því að þeir eru ekkert að leita eftir hjálp eða aðstoð og þeir eru að leita eftir samþyggi. Tökum þessu dæmi. Segjum að Jói sem ég að vinna með kemur mjög illa fram við mig. Og þá langar mér bara kvarta og kveina, hann kemur svo illa fram við mig. Ég ekkert að leitast eftir ykkur hjálp eða aðstoð eða hvernig ég á að díla við þetta að vinna úr tilfinningunum. Þess að ég væri þá að leitast eftir eða segja við henn að Dabba hvað Jón búinn að vera leiðilegur við mig svo hann, Dabbi, getur verið sammála mér svo ég hef rétt fyrir mér að hann var leiðilegur við mig. Ég ætla að segja þetta aftur. Ástæðan okkur fólk kvartar og kveinar aftur og aftur í saman hlutin að þið þurfa að leita eftir aðrar mannesku til þess að vera sammála þeim af hverju hlutin ömurlegir. Sér því að ég kvarta við Dabba félaga minn svo ég veit að ég hef rétt fyrir mér að Jón kom illa fram með mig. Þess vegna kvartar fólk rosalega mikið. Þau eru bara að leita eftir þessu samþyggi og þessu svona að þau hafðu rétt fyrir sér eitthvað að trýta illa eða að koma illa fram eða lífið svona ömurlegt eða það allt ómögulegt. Ef ég að kvarta og kveina aftur og aftur hvað allt dýrt, þá vil ég bara manneskjan sem sammála mér, þá veit ég hef rétt fyrir mér og þá verður raunveruleiki minn sannur. Og sannleika satt og þetta bara vont að heyra þetta, menn sem alltaf kvarta á sama hlutin og kveina og eru bara neikvæðir, í byrjun vil fólk hjálpa þeim, í byrjun vil fólk aðstoða, en þeir kvarta sama hluti aftur og aftur, þá fær fólk ógæði, það fær nóa því, af því að þeir eru bara búa til neikvætt umhverfi. Ef ég alltaf að tala neikvæða, þá mun hinn manneskjan smitast af því. Við langan tíma og aftur, þá hættir fólk að nenna að hlusta á þetta eða taka marka á þessu og þá missur virðingu. Svo fyrir típa númer 3 og ég svona típa númer 3. Og það eru til dæmis félagar mínir og vinir mínir, en ég veit að líka sumi vinir mínir eru ekki þar og þá ég ekki að opna mig tilfinningalega við þá. Þeir hafa ekki þannig þessi skilningin á því, að það svona ákveðin típur að maður opna sér tilfinningalega að tala tilfinningar. Að ég tala tilfinningar ef vandamáli mín að því ég að leita eftir feedbacki eða aðstoð eða sjá hvort að ég að hugsa þetta rétt eða hvort að ég kannski of neikvæðu gagnvart sjálfum mér. Og don't get me wrong, stundum ég alveg típa númer 1 eða 2. En miklu minna
þannig að ég er ekkert að segja að þetta sé slæmt eða vont eða að sé eitthvað að þér eða aðmanni eða neitt svoleiðis. Týpa númer 3, ef þú ert opnaða tilfinninga, menn sem opna sér tilfinninga, að þeir eru ekki að kvarta, þeir eru ekki að kveina, þeir eru ekki að væla, þeir eru meira bara að tala hvernig þeim líður. Eins og mér líður bara eins og með þetta podcast, að því ég er að breyta aðferð hvernig ég er að taka upp, bara núna er ég bara að tala út allt og ég er bara að tala og ég er ekki með handrit. Mér finnst það rosalega óþægilegt að þetta er nýtt og ég veit það. Þannig að ég þurfti að fá systur mína til að setja hana með mér til þess að bara veita mér ákveðin styrk. Að því mér leið bara eins og ég væri ekki að ná þessu réttu, skilur. Þannig er ég bara að tala hvernig mér leið en ég er ekki að kvarta. Ég hefði getað að fara bara, ég er bara svo ömurlegur að ég bara náði ekki að bara skrifa handrit, ég bara náði ekki að tala rétt, ég bara bla bla bla, skilur. Þetta er að kvarta en hitt er bara að tala tilfinningar. Ég sagði þetta við frænda minn bara dag, mér líður eins og að sína mér vanvirðingu og svo 2 tímum seinna hringdi hann í mig og sagði mig bara hún fannst leiðilegt og ekki sanngjarnt að ég sagði þetta vissi að þetta var, að hann væri ekki benda mér vanvirðingu og hann virði mér rosalega mikið en ég sagði bara hvernig mér leið og þá sagði hann hvernig honum leið þannig náðum við að vinna úr tilfinningum okkar og það var aldrei vesinn og eitthvað svoleiðis. Og það er þess að týpa númer 3 að bara tala tilfinningarnar. Ég og félagar mínir tölum bara tilfinningar. Við segjum bara, mér líður eins og þetta. Mér líður eins og þetta sé ekki svona. Það er allt öðruvísi heldur en að fara svona kvarta yfir hlutunum. Og þá er fólk miklu tilbúin til þess að hlusta, veita þér aðstoð eða hjálpa þér eða hvað sem þarf. Og nótabenni stundum hef ég alveg verið alveg miklu uppnámi, sko. En ég mun gera þátt sem ég mun fara dýpra í þessi mál. En svo er það týpa númer 4, ekki kannski týpa, bara meira svona aðferð. Það kallast að pústa. Því ég hringi félag minn og bara, herri, ég verð að pústa þig. Ég verð að segja hann að opna með eitthvað. Og svo er ég basically bara kvarta og kveina í einhvern tíma eitthvað viðfangsefni. Og þegar þú gerir þetta, þá losar ákveðin orku og losar þessa vandamáli eða þess að veita óhug og þá svona ferðapinnu. Maður gerir það kannski einu sinni 2 og þá svona er það farið. Það getur að atvikið eitthvað í vinnunni eða ósáttu með eitthvað annan eða guð má vita hvað það er. Gerum við þetta bara að tala þetta einu sinni 2, svo er það bara búið. Leiði fara að segja þetta þetta vandamál eða þetta sem veita með óhugi aftur, þá er ég komin í týpu númer 2. Ok, þetta var bara fyrsta sem ég langaði að ræða á nokkur hlutum. Er að til þess að geta vaxið sem maður þá er þetta partur sem þú þarfst að fara í gegnum að geta opnaða tilfinningalega. Ég þurfti að fara í gegnum þetta. Ég var á tímabili týpa númer 2 skilur alltaf kvarta og kveinandi þá ég fattaði bara, herru, þetta er ekki leiðin. Af því að ég veit að þú talar tilfinningarnar án þess að skammast þín, sem er alltaf lægi að skammast sín, en án þess að skammast þín eða horfa eins og að sé eitthvað aðeins úr minni maður, þá ertu miklu sterkari. Og til þess að þroskast og komast á þennan stað þar sem hlutir hægt að láta að líða illa þarft að byrja að tala þessu hluti. Og ég ætla að nefna eitt komment sem ég fekk á TikTok. Ég postaði mynd á TikTok og ég fekk komment og ég ætla að tala það. Myndi segir barnalegu maður skamma sín fyrir mistökin sín. Því að menn skamma sín fyrir eitthvað þá er svona barnaleg hegðun. Og hinn texti sagði alvöru karlmaður lærir af mistökum sínum og heldur áfram eða gengur áfram. Þannig að í staðan fyrir að skamma sín fyrir eitthvað, þá getur horft á þetta eitthvað sem getur lært af. Þannig að tekur skömminu burtu og horfir inn á því, ok, ég ætla að læra af þessu. Það er eitthvað sem kommentaði og hélt því fram að ég var að tala að menn með ekki opna sér tilfinningalega að það að vera skömmi því eða maður þarf að vera svona harður og harkat að sér og ekki opna sér tilfinningalega. Heilinn virka þannig að hann leitar eftir sönnunum þar sem þú hugsar. Þannig að eins og þetta komment í hans heimi þá trúir hann því hann má ekki opna sér tilfinningalega að það er slæmt eða það er samfélag að banna honum eða eitthvað svoleiðis að opna sér tilfinningalega. Þar leiðandi lesur hann texta og skilgreina eins og það má ekki opna sér. En ég var samt ekkert að tala að mætti ekki opna sér. Heilinn virka þannig að það sem þú hugsar reynir hann að finna sönnun fyrir. Þannig að ef þú hugsar að menn með ekki opna sig tilfinningalega þegar allir eru svo móti í, þá reynir hann að finna sönnun gagnvart því og ef sönnunin sé ekki hana, þá býr hann það til. Þannig að hann bjópar til þýðingu sem passa við það sem hann trúir. Þannig að þá spyr ég, hvar í þínu lífi þú með svona viðhorf eða neikvætt viðhorf að þú mátt ekki eða sé eitthvað slæmt sem þú ert að búa til þegar þú heldur því fram
að það má ekki opna sig og má ekki tala eða það eitthvað slæmt. Ég veit að það ekki slæmt að tjá sig tilfinningalega. Þannig að til dæmis, þegar ég var yngri, ef ég fekk ákveðið svona look frá fólki, þá horfði einhvern veginn á mig og sérstaklega það voru stelpur, sko, þá hélt ég að bara, ég horfði á manneskinu og hún horfði einhvern veginn sérstaklega á mig og ég bara, shit, það eitthvað að mér, það mátt lykt að mér, ég lít astnalega út, ég sagði eitthvað vitlaust. Það var eitthvað ákveðið look sem ég fekk og þá hélt ég að væri bara eitthvað að mér. Það jafn mikið sannleikur í því og hugsa, veist að, manneskjan finnst ég bara kannski sætur, manneskjan fannst ég kannski skemmtilegur. En ég bara var með svo neikvætt viðhorf og bara bjóð til eitthvað sem var ekki til að manneskjan líka ekki við mig bara því ég fekk eitthvað ákveð lúk frá henni. En svo lærið það að fólk of upptekin að hugsa hvað aðrir eru að hugsa sig. Sem þýðir að þú ert út í búð og þú sér eitthvað mannesku horfa á þig og þú ert í náttfötunum og þá ert þú að hugsa hann ekki að dæma mig fyrir að vera í náttfötum og eitthvað svoleiðis. Hinn manneskjan ekkert að hugsa það. Hinn manneskjan að hugsa hann segja að dæma mig bara því ég svo vel klæddur og kannski heldur en ég sé bara mér bara sé kalt og ég sé ekki alveg maður, bara skiptir ekki máli. Yfirleitt erum við ekki að dæma annað fólk af því að við erum upptekin að hugsa hvað annað fólk er að hugsa okkur sem við bara, ok, þá er það næsta dót sem maður tala og það getur vel verið ég er út allt og þeir eru kannski búin að missa fókus og allt svoleiðis. I don't give a fuck. Allavega, svo er það næsta sem maður tala og það er basically bara saga af vinum mínum og hann er þessi manneskja sem er rosa sterk og manneskjan og svona alvöru maður og passa upp alla og hjálpa öllum og vælir og kvartar aldrei og alltaf til staða fyrir öllum og bara það er aldrei neitt vandamál hjá honum, hann er svo flottur og sterkur maður. En svo lendir hann því að það verður smá skilnaðar hjá honum og það er krakkinn í spilinu og hann þarf að flytja milli landa og eitthvað svoleiðis. Og gennum tíðina oft sagt við mig án að þetta gerist að hún er svo leðilegt að alveg sama hvað hann er góður og hvað hann er búin að hjálpa öðrum hann fær aldrei neitt tilbaka, fær ekki ást umhyggju tilbaka, samt er hann alltaf að hjálpa öllum. En þegar hann lendir í þessu þá er hann búin að fá sér nokkra bjóra og opna sér tilfinningalega við mig og segir bara hvað gengur illa hjá honum á lítið pening á þessu tíma og það er enginn til að hjálpa honum. Það er enginn til þess að grípa inn í og hann vantaði rosalega miklu stuðning og hjálp frá fjölskyldu og vinum. En málega, hann var búin að mála þessa mynd að hann þurfti ekki hjálp. Hann var búin að mála þessa mynd að bara þurfti ekki neinn aðstoð, að það var hann að sína að hann var svo sterkur karakter. En ég bendi hann á það að þú verður bara að opna það tilfinningalega og þú verður bara að segja stöðuna hvar þú ert og hvað vantar og hvað er svona erfitt og hvað er vandamálið og hvernig líður og svoleiðis. Honum var það mjög erfitt en hann ákvað að gera það. Hlusta á mig. Það var til þess að allir vinir hans fóru að bara styðja hann, heyri í honum, hringi í hann. Vinir hans fóru að gefa honum bara þvílíkar afmælisgjafir. Hann átti að síma og fjölskyldmeðlunum bara keypti hann síma, það var boðin í mat. Þá allir fekk hann alltaf þessa ást og umhyggju, ég er að fá með þessa gæsahúð. Að þegar hann opnaði þessi tilfinninga og sagði frá sínu göllum, hann hélt að myndi bara vera minnimaður, hann hélt að menn myndi bara horfa niður til hans, en þegar hann opnaði þessi tilfinninga og sagði hvað var í vandamálið, þá kom allir að hjálpa honum, þá fékk hann aðstoð og þá upplifði hann ást. Stundum upplifum við eins og við sem kannski einir eða enginn hjálpa okkur að aðstofa okkur, að við erum kannski ekkert að láta þau vita að við viljum fá hjálp eða aðstoð. Þannig að það er svo gott að opna sig. Ástæðan okkur vilt opna það og tala tilfinningar og galla og allt svoleiðis er að því ég lærði það að það var gert svona test eða könnun. Ég lifi rosalega mikið eftir þessu og þess vegna opnaði ég mig því ég vissi að þannig tengjum maður við fólk. Einn maður sem fór með fyrirlestur við hópa fólki og hann var í jakkafötum og hann var alveg spot on, hann ger ekki neina villur, hann var bara to the point og hann var bara fullkominn maður til þess að komi fyrirlestur. Og svo kom næsti og það var maður sem viljandi lét sér detta á sviðið, hann man ekki eftir öllu glæronum og hann var að gera mistök og allt svoleiðis, það var pínu svona, hann var bara ekki 100%, hann var ekki fullkominn. Svo spurt fólkið hjá hvorum fyrirlesturunum fílaru meira og hjá hverjum manstu betur efnið og hver var maður sem myndi frekar vilja vinna með í framtíðinni. Og meiri hlutin sagði maður sem datt á sviðinu. Hvernig getur það verið að einhver er fullkominn og svo einhver ekki fullkominn og fólk líkar meira við hann var miklu likeable. Það er að því að við tengjum
við hvort annað þegar við tölum erfiðleikinn og hvað við erum að díla við og þannig að þess vegna svo gott að opna sig erfiðleikana þá náðu að tengjast. Ef ég í samræði við eitthvað mannesku sem ég alltaf hitt á og hún svona pínu segir frá eitthvað sem hún að díla við sem hún erfitt með, þá kemur já, veistu það, ég líka, ég bara að díla við það sama, staðan fyrir að þykjast vera eitthvað svona fullkominn og það ekki vandamál og eitthvað svoleiðis. Eitt af hlutunum sem langar að ræða við okkur. Svo í lokin þá langar mér að segja eitt það eru sumir sem vilja ekki fara til sálfræðing eða finnst það tabú og vera minni menn og eitthvað svoleiðis. Þetta bara þetta bara partur sem þú ert að fara í gegnum til þess að komast á næsta level. Ég búinn að fara til sálfræðing og ég búinn ef ég var að fara til sálfræðing var töluleikur, þá ég búinn að vinna hann og var að byrja bara að gera eitthvað sidequest núna sko. Hugsa þetta. Það einhver manneskja sem þú þekkir ekki sem búinn að eyða 5 árum eða meira í lífinu sínu til þess að læra hvernig hún getur hjálpa þér. Segðu þetta aftur. Manneskja búin að eyða 5 ár í sínu lífi eða læra hvernig, eða meira, að læra hvernig hún getur hjálpa þér og eyða 3, 4, 5 milljónir í að borga þetta nám í að læra að hjálpa þér. Pæli hvað það er powerful. Ertu að grínast? Og ekki einu sinni vinuðin búin að eyða svo miklu pening og tíma til þess að reyna að hjálpa þér. Og fara til sálfræðing, þetta eins og að þú átt geggjaðan bíl, þú átt brjálæðislega flotta bíl. Og að fara til sálfræðing, sérstaklega sem að þú þarft ekki að fara til sálfræðing, bara þarft ekki að fara til sálfræðing. Þú þar og trúið því og það hlæg og þið líður eins og þarft þess ekki. En ef þú átt mjög flotta bíl og fær aldrei með hann í skoðun, fær aldrei með hann í smur, þú bara passar ekkert upp á hann. Einn daginn þegar þú ert að keyra á hraðveginu, þá mun hann bila og hann mun krassa. Og það sama eins og með okkur. Við förum til sálfræðing þó okkur líður eins og við þurfum þess ekki. Af því að þegar kemur eitthvað áfall eða gerist eitthvað, þá ertu búin að aðeins forvinna það sem þú þarft. Plús það, hvort myndir þú vilja að fara með það til eitthvað svona kunningja vinaðins sem svona kannski að laga bíl eða svona fixa eitthvað sem bara geggjaða bíl og eða hvort viltu fara til alvöru vegstæði sem búin að eyða nokkru árum og búin að læra og certified til þess að gera við bílinn. Það basically sálfræðingur. Þannig ég alla daginn fara til sálfræðing eða að díla við eitthvað og það ekki tabú. Þannig að ég þurfti að gera, ég gerði það. Þannig líka það ástæðan okkur, ég hérna í dag. Og það ekki tabú að tala tilfinningar. Ég gera það alltaf, allstaðar. En ég gera það á svona ákveðin hátt og ég skal gera þátt þar sem ég fer svona dýpra í þessu mál. Helsta sem ég myndi taka úr þessu þætti að ef þú segir við sjálfa þig að þú getur ekki eða þú mátt ekki út af samfélagi eða getur ekki opnað tilfinningar að þú verður dæmdur eða það eitthvað tabú, kannski það bara því að þú ert að halda þig fram að þessi tabú. Það þarf ekkert endilega að vera tabú. Fyrir mig var aldrei tabú. Þannig að ég fór genið lífi og gætt gert það easy. Þannig að takk fyrir mig og já, takk fyrir að hlusta.